síðast. Já, sömuleiðis. Næ! Og svona... Hæ! Hestaferðum hálendið með Njáluferðum. Guðjón Steinarsson og Lárus Bragason ráku hestalegu í Miðhúsum í Þorsteinn, Jónína, Árni, Eyja, Palla og Auður. Þarna var kominn grunnurinn af grúppunni. Fararstjóri var Lárus Bragason. Sumarið eftir 1992 hitti hann okkur síðar í Kjósinni. Hann sendi okkur kveðju í Almannagjá og Opnist við fyrsta stopp, stendur hérna. Jésús. Góðu vinir, við Héðinn erum ekki mættir, en það þó pelinn okkar og nú byggjum við ykkur að súpa á, en á meðan ætlar Héðinn að hugsa eitthvað fallegt úr Skagafirðinum og ég að draga eitthvað óskilgetið mannlífsbarn í réttan dilk í Keflavík. Hittumst heil og hafið það gott, bæði hestar og menn, Árni. Nú, hann síðan hitt okkur í Kjósinni, það síðan í Borgarvirki. Við riðum út á Bökkum Laxár í 3 daga. Sama sumar var ákveðið að fara í Landmannalaugar. Okkur vantaði leiðsögumann, Guðmundur Guðmundsson að Hellu. Hann talaði alltaf grúppuna sína og var nafnið þannig komið. Var þá riðið í Landmannahelli, Kristinn og Fjóla í Skarði leita okkur í leyndardóma Landmanna afrétta. Mógilshöfða, Reykjadali, Hrafntinnusker og Jökulgil inn í Guð. Einnig komu inn Ingibjörg og Anna Rós. Ekki var setið auðum höndum síðastliðið sumar, 96. Hluti af hópnum lagði af stað með jeppa og hestakerrum hver með sinn hest og var ferðinni heiti á Löngufjörur. Þetta var í júní og hestar enn á húsum en veðrið var gott og höfðu hestar ekki slæmt af. Var knúið dýra hjá Traustabónda og frú Guðríði í Skóganesi og land þeirra sér vel. Ævintýri líkast. Ekki má gleyma reiðskjótunum því við færum víst ekki langt án þeirra. Allt bendir til að ferðir sumarsins 97 verði fullar ævintýrum og gleði og hlakka ég til að heyra meir þær. Að lokum það einstæð ósk okkar hjóna að hópurinn haldi áfram að ferðast saman á sumrin og í framtíðinni. Takk fyrir. Eða austamenn, eða hana sunnamenn, þeir eru líða niður bara Þjórsárbakkar og fara alveg gegnum Selfoss og heim. Skiptust þau niður það. Hóparinn getur verið samfélag niður úr Þjórsárbakkana. Átna og ég getur fullt okkur nefndur og riðið svo tilbaka. Og fyllt okkur í landinu. Og riðið svo tilbaka. Förum við í gegnum Þjórsárdalinn? Við flerum sko yfir stífluna hjá Búrfelli, fyrir ofan Búrfell, ríðum svo niður sko þannig hjá Selfoss kortinu. Þar nýr skáli upp í fjöllunum. Það ekki mjög langt. Ertu búin að panta í skálunum? Já, það ekki dálítið. Það búið að panta í Galtavelli líka. Já. Ég er búin að leggja það inn. Eyja, það vitlaust? Það teimastuðu bakkar. Sigurður hann sko að ríða með okkur hann niður og hann fer eitthvað að... Maður var að vera með 30 reiðar. 30 reiðar, hann var svo myndaður. Svo skeifu sitt að meða grúppuna. Grúppan vera sko í stærri mynd miðað við hestshausana. Þið getur haft þetta í skeifu, þið getur haft... Skeifu þarna sitt fyrir megin, samtitt. Já, stafirnir svolítið stærri, undir 3 hausum. Þessi hestur er eiginlega fyrir. Já, þetta er þetta smátt, þetta höfða með því. Það sem tölvu unni? Já. Það finnst mér líka. Þetta ætti að vinna Sko, þú er að tegna faxin á hann hérna. Já, mér finnst það mækið að vera með 3 hesta. Viljið þið greiða atkvæði bara núna? Já. Mér finnst líka það að vera kannski, þá er eins og það tákna eitthvað þrenn. Já. Heimaða þrennum. Annars er það góður þarna. Er mikil stemming fyrir þessu? Ég finnst þetta þá. Þetta er svona svolítið wild. Já.
það er Hvernig bara segir það? Það er bara eins og grúpan er. Myndu þá grúpan og hesturinn verið í sama lit og skugginn í öðrum. Eins og þessunni hennar. Við getum haft sitthvort litin og ljósan undir flöt, skiljið, en við þurftum ekki endilega að hafa þetta í sama lit. Nei, mér finnst nú þetta þurfa að vera svart. Já. En er þetta ekki... Og skugginn eitthvað öðruvísi. Komi skugginn í einhverju kannski öðru. En hérna, sérðu hérna. Það er útlýru Það er gert aðeins meira, ennistoppa hana. já, það er gert aðeins meira úr þessum. Sko, ég get látið útfæra þetta merki svona í miklu lengra með mismunandi litum. Nei, þetta er ekki hægt, þetta er svo kinn. Nei, kýr. Á ég að láta vinna þetta meira og betur. Já, ég myndi með það. Hvað segir þið? Hvað segir þið? Já. Auður, Já. Hallrós, Já. Haraldur, Já. Kimi. Já, við... Besta efni sem að hægt er að fá í flíspeysu, þetta er 200 gramma flís. Kalla hana reyðið. Já, reyðið. Þetta er 200 gramma flís, þetta er þykkast á mesta flísið til henni. Þessi er alveg frábær. Það er einnig sem Utan að byrja. Ég var að selja einnig hann bólinn. Já. Þetta er nokkuð gramma Þessi sem ég er einhvern veginn Það er bara í flísu. Ef þú ert í kulda, þá ættu að fara í... Það er svona allt og mikið. Ég hef dálítið gaman að því að þið finnst út hvaða lit. Dönn. Já, sem ég finnst að... Þessi, Árni, farðu í þessa. Þessi er góður. Ég finnst þessi litur alveg opbóðslega fallegur. Já, grænt. Nú líka þessi rauði. Ég trúi það sé grænt. Þú er svo getur útskjöða þetta þegar Það er með ákvæmstuna. Andi, hvað er hérna? Mér finnst grúpan vera svolítið grænt. Þessa hérna, Jóna, þessi hérna, og fær þessa fyrir 600 krónur. 600 krónur að þið. Ég vil sjá að fótinn upp á hérna, svona og leiðu að sjá. Hún er mikið meiri viðið þessi. Já, það? Já. Startan á 600 bara Já, þetta er bara allt saman. Heyrðu, en hvað segir ég með þetta hérna? Þetta er góður litur. Þetta er helviti góðar hestalitur. Já. Þessi er góður. Töluðum okkur í hópnum ekki hana en þessa ofsalegu reyði yfir þetta gífurlega fljót. Þá þegar við komum að og sáum að þetta voru ekki svona fröngöldur, þá fórum við alltaf að skilja þetta að vera tittur löður. Já. Strax! En þarna kom Magni. Vertu bröðsni. Með mestu bröðsni. Með einhverju bröðsni þarna. Það var hættu á kaffi og guðmáður þetta. Kæruna, það sem ég elska við þessu helvítisferðir er gýrin sér fylgir. Þetta er lítið eitthvað. Heklan. Friðsemdir. Sé norðan frá. Vel með. Vel með. Deildarstjórinn. Þorsteinn eða? Þetta er hérna í sandöldunum, þar sem það svona er að hvíla upp á hálendið. Þarna kemur þetta. Hvað segirðu Þorvaldur? Ég hitti hann á leiðinni tilbaka aftur. Það var búinn að ríða í marga hringi. Alla hestar. Og niður um aftur. Já, já. Búinn að heilsa upp á landvöldin og guðmáður. Og svo sá ég þennan. Hann var einn á þennan. Með bara þennan eina hest. Það er skákað. Góða kvöldi. Fyrir þá sem ekki vita þá er þetta Lárus Bragason sjálfur. Nú, þú búinn að semja hann? Já, bara Kallgreið. það er ekki hvað. Þarna ringdi pínlítið á okkur. Það var skilum á þeirri svo. Alltaf tilbúin. Það var grænandi rigning var ekki. Jeppinn og dökkusinnar og er hann átni í flíspeysunum?
Ég ætla að vona að grilli kom svo ekki lita grillin og... Það er ekki grillið þetta borga. Svona reysum við landna á það. Hvað er þetta á skúrunni? Svona vinur. Fáðu bara í glas. Þetta var beint fyrir ofan skólan. Mér fannst það var ofboðslega. Alveg rosa. Þar voru svona ýmsir skúlptúrar líka, eins og þessi hvað. Vegurinn fyrir neðan sér. Já, vegurinn fyrir neðan og sko hestarnir í girðingu neðan. Með að segja sko heistaflinn okkar hérna. Hvað meinar? Action. Hugsa fyrir það? Ekki veit ég hvað það voru að spjalla. Ég var fjörðáttur. Fengu þess að það er með hinn. Nei, þessi voru ekki með hinnum. Þetta voru Það voru fleiri leiðir þarna. Hvað? Hver er ég veist að veginn? Þetta var geysilega fallegu bosman. Það var gríðarlega fallegu. Veðrið, það var klík. Það var alveg. Og maður leitaði úðan á bossinu bara til að klæða sig. Og svona fórum það daginn eftir. Allt Já, Borið á fyrir einustu leðu kjöpt. það var hanskar og skálmar og Allt ykkur. allt tengt úr. Rammaskýrningar og allt hvað er það. Leðu bara að vera ekki fyrir okkur. Það er einhver að taka mynd þarna sérðu. Hvað er það? Já, var öndi. Nei, litla þarna. Jú, hann var hún ekki. Og SS. Þetta var morgunin, hitt var Eða sjáðu hvað þetta er flott mynd í Foston. Stakka þetta á, það er innram. Erðu, það er honnar akka. Sjáðu svipum mig. Þannig að skeitum við lóna. Hvað er það annars, sko, ekki? Þessi skónir, hann blöytir. Fekk hann ekki lánaðast inni? Jú. Ég gaf honum það og svo vildi hann ekki taka það með sig fyrir rest. Dreifi nú. Já. Þetta eru gömur gakkir. Fleiri. Já, það var farið í hollum. Þarna gerir ég 700 kílómetra hérna á 20 mínútur. Ferja fólki. Heyrðu, ég er í nörgus. Hvaða? Ekki verið að segja frá svona hlutum að það. Það er bara var svona. Villi þreyttur? Nei, það var sko ekki þreyttur þarna. Hefur þetta verið borgin fram að? Var enda tvöfald Það var aldrei sólbrunni. Laus sólbrunni. Hvað var vínið? Hvað er gott á? Hvað er gott á? Aldi. Allir búin að hugsa þetta. Engin verður að segja neitt. Þetta var við hættur. Stuðbylli stríða. Hvað? Stuðbylli stríða. Ó, það er stutt síðan. Ég held að þið helst niður á barnum og þið lappa niður stiga. Og smetla þeim niður á barnum. Ég heyrði ykkur nefna ákveðin hest, því að hestaferðirnir náttúrulega byggjast upp á hestum. En það eru hestarnir fyrst og fremst sem skipta máli. Og þess vegna datt mér í huga að skella þessari mynd inn. Yes! Volgrís! Það getur eyrnastöður. Já. Þetta er mikið hljúlíkur. Á báðum. Já. Hver er þessi síðan? Ég var að sykja á Þetta er móta. einu við moldi. Ég tók að þessu að þenni alltaf í á þig. Jú, það er gaman á hann. Það var óvænt. Ég er ekki svo gaman á Við erum aðbúið við áttum á hestum.
ófriðlegur eins og brátt kom í ljós þegar víða tók á þann dag. Fólk hafi reyndar verið að koma með hestahópa nokkrum dögum áður og skilur þá ekki. Bókin, hún er þarna. Svoleiðis þetta sé mjög fókus. Hvað er Lárus? Ég voru að leita á milli bæja til að hangast eitthvað á eða til að hlæja. Hvert á margan dag máttum við í næði æfa saman eitthvert lag eða syngja kvæði. Kæru vinir, það sem við, það eru nokkur atriði sem ég vil nefna hérna og hafa á örstu. Það er þannig að það væri rík ástæða til að skála fyrir hverjum einasta manni hérna í hópnum, en það eru þó 3 aðrir sem við skálum sérstaklega fyrir. Í fyrsta lagi, eins og ég segi, það er ástæða til að skála fyrir hverjum einasta manni vegna þess að þetta er þvílíkur hópur, eins og allir vita. En númer 1, þá vil ég sérstaklega fá að skála og ég ætla að nefna á alla bara í einni röð. Í fyrsta lagi langar mig til að skála fyrir honum Billa. Standu upp! Því að það er nú einu sinni þannig að mikið vildi ég gefa fyrir að verða eins og Billi er þegar ég verður og Jakobsson. 63. Ég myndi að segja 43. Að umbera alla þennan skríl, það er alveg ótrúlegt. Í öðru lagi þá vil ég langar mig til að skála sérstaklega fyrir Þorvaldi sem hefur sett svip sinn á þessu ferðir okkar. Í fyrsta lagi með þessu dýralæknisheiti sínu, hann er með sprauturnar og allar græðurnar alltaf. Og í alvöru, það þarf ekkert að tvínuna við þetta, hann hefur gert miklu meira heldur en hún nokkuð tíma ber, og í fúlustu alvöru. Og í öðru lagi þá eru myndirnar hans, þær eru frábærar og setja svip svona hópinn. Og í þriðja lagi þá eru það Jónína og Þorsteinn, vegna þess að eins og þið sáðu myndina hérna í kvöld, þá leggja þau ómælda og ótrúlega vinnu í þetta. Mér datt í huga að vera með einhverju verðlaun svona sem héti svona eins og Óskarinn, að veita mönnum Billan. Það kemur sjálfsagt að því, en
En í fúlustu alvöru og með fullir virðingu fyrir öllum í hópnum þá finnst mér að þetta fólk hefur lagt svo mikið á sig til þess að þessi hlutir getur gengið jafn vel og þeir hafa alltaf gengið. Þess vegna finnst mér eðlilegt að aðrir í hópnum standi og í skálum sérstaklega þessi. Við þakkum fyrir það sem þeir hafa gert fyrir okkur. Skál! Skál! Þau lengi yfir! Húrra! 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 Góðir gestir, það þýðir ekkert að þetta ekkert neitt svona einhver, veit ég hvað? Þetta ekki drykkjusamkoma. Nei, þessi hestagrúpa, þetta er alveg sérstakt fólk, ekki kennt við áfengið aldrei, áfengið að sígarettur í þessum ferðum og náttúrulega ekkert verið að borða neitt sérstaklega. Við erum meira fyrir svona umhverfa íbúð. Já, og svona ræður og hátíðahöld. En jæja, ég ætla nú að byrja þannig. Faðir minn átti fagurt land með fuglasöngi hlýða, hjarta jöklasvartan sand og seiðin gregna hlýða, hugurinn reikar víða. Og á Mælifellssandi síðastliðið sumar, þegar við vorum að fara á Hólaskjóli, þá náðum við grúpað sér aldeilis vel á skrifinu. Það var nú held ég alveg toppurinn. Og þar var nú ættföðurinn, hann reið nú undan sér hérna ístöðinn. Það var nú tók nú alveg tappan út. Og þetta er náttúrulega sérstakt núna þegar við erum að fara að líta við farin veg, að sjá þessar ferð og dvölunni í Hólaskjóli. Það er góður móttökur sem fengu það var alveg sérstakt. Nú, það er Siggi búinn að minnast á þetta þrekvirki sem þessir aðilar, bæði Þorsteinn Jónína og Þorvaldur og sérstaklega Billi, spila nú inn í þennan hóp hestamanna. Við tókum hús af Billa fyrir nokkrum árum, þegar hann var, hvað ég haldi hann að verið 30 þá, og ásum þá upp hérna nokkur ljóð. Mér finnst mér gaman að þessu ljóði. Það er afhennar Jónínu, með þess að hún og ljóð hérna í þessu, það er nú ekki lesa það núna, en þessi hópur hestamanna, hann hefur einhvern veginn hekla og það umhverfi hefur skipað sérstaklega sess í okkar hópi. Og við erum ennþá á þessum slóðum á Suðurlandinu og verðum í sumar og þetta er alveg stórkostlegt. Ég ætla að fara hérna með ljóð sem að Finnbogi Afdal, hann hérna kveður 1932 sem heitir Upp að Galtalæk. Upp að gamla Galtalæk gleði þína vinur sæk eftir grænum grundunum, góðum kleipum fákunum, austurfjöll, tryggðatröll, takið ofan skýjatak, góðum gestum heim, gleðin er í för með þeim. Hekla drottning heill sé þér, hátt við skýin tindinn ber, þú ert alltaf eins í sjón, afl þitt hræðist gamla frón, röðull reifi þinn, risafald og jökultjald. Láttu aldrei ösk og flóð, angra framar voða þjóð. Og la, hann er nú svo mikið inn í sig, hann er ekki alltaf kominn. Þau hafa líka þetta góða fólk hefur spilað alveg sérstaklega rull og það er búin að vera sérstaklega gaman að ferðast með þeim og móður Sæsu og Lalla, matmóður okkar. Sem ég minnast alveg sérstaklega hlýju. Og ég vil skála fyrir öllu þessu góða fólki og þessum hestunum okkar. Skál. Og svo eru hérna nýjir hótelhaldarar á Hótel Hvolsvelli. Ég heyrði mjög skondna sögu daginn og mér þótt hún passa mjög vel hérna í þennan hóp og þess vegna áður en að við opnum þessa silkislaufur ykkar þá langaði við til að fara með þetta fyrir ykkur. Þetta er svona smá gleði og leiftur í þessu en hún hljóðar svona. Hvar er Árni? Hún hljóðar ekki svona. Hvar er Árni? Án sýslumannsins fer ég að flytja þetta ekki.
Nei, þess vegna vildi ég ekki selja. Það var svo skrítið. Ég var búinn að borða á það, svo allt í einu var ég ekki búinn að borða, en allir hinir voru búinn að borða. Ég fikk ekki klingja á það fyrir þetta. Árni minn. Já. Þetta var svona smávegið sem datt inn á borðinu. Það er þannig að Lögmannshlíð var stórbýli ofan við Akureyri og er stór hluti Akureyrarbæjar byggður á þeirri jörð. Í landi Lögmannshlíðar var kot eitt sem var tyllt framan í hlíðina og var það kallað Tyllingur. Á þeim tíma sagan gerðist bjó þar bóndi sem hét Ólafur. Honum var mikið strítt og var bærinn ætíð kallaður Tyllingur og hann Ólafur frá Tyllingi. Undi hann þessu illa og varð spéhræddur. Ólafur ákvað því að breyta nafni bæjarins í það fróma íslenska nafn Hlíðarendi. Þannig yrði hann Ólafur frá Hlíðarendi eins og Gunnar forður. Því næst fekk hann Hagyrðingi sveitirinn til að yrkja sig vísu sem myndi festa nafni Hlíðarendi við nafn sinn. Afraksturinn varð Lögmanns hlíðar vífum vænum, verður margt að byttlingi, er fríður ekur út úr bænum, Ólafur frá Hlíðarenda. Þetta var eins og að skvetta olíu á eldinn og var Ólafi strítt enn meir. Þetta endaði með því að Ólafur flosnaði upp og seldi kotið. Hagyrðingurinn orti þá hann eftirmæli. Margar hafa meyjar grátið og munu gera ennum sinn, því Ólafur hefur eftirlátið öðrum manni Hlíðarenda. Svona er lífið. Nei, ekki, nei. Viltu gleraugu? Það er bara nánast í heitum. Ekki er allt vakurt þó reiðið sé. Hvað segir þau? Hvað er það? Ekki er alltaf vakurt. Það lesi þetta bara inn. Það sem einn segir getur verið rangt, það sem 100 segja lítur að vera rétt. Það er því sem er allar. Ekki nóg að kunna sitja hest, einnig þarf að kunna detta. Þetta passar fyrir mig. Sá maður sem slær hest sinn slær líka konu sína. Jesús María. Ertu alltaf smeykur, þá þarfst aldrei að verða mjög hræddur. Þrennt í heimi hér getur aflétt þunglyndi, konur, hestar og bækur. Já. Ein kona er meira en einn maður getur ráðið við. Vá, skemmtilegu ferðafélagi stytti leiðina. Gefðu mömmu mat, þá hlýða þeir þér. Aftur. Gefðu mömmu mat, þá hlýða þeir þér. Já. Sá sem ekki villist á nóttunni, villist heldur ekki á deginu. Rýttu þínum eigin hesti eins og þú veist. Maður án konu er vasi án blóms. Bingo. Þegar kerlingarnar gerast drukknar, lyftar þær pilsum. Yes! Betra er að hafa hnakklausan hest en hestlausan hnakk. Kona án karlmanns er eins og strengjanlaus gítar. Þetta er tómt lýinu, sko. Eða það, veitir þú einhverjum laun á síðasta ári? Skattstofan svöður þessa. Sérstaklega hérna á hótelið hérna. Mummi, lánaðu hann gleraugun í? Já. Ég held ég þurfi að fá þau. En þetta hljóðar svona. Sterkan mann þarf til að hafa hemil á þrennu. Ungum skíðamanni, ólmum hesti og fallegri konu. Liðið og kælskir.
Sterkan mann þarf til að hafa hemil á þrennu, ungum skíðamanni, orðum hesti og fallegri konu.
er bananar og nú kemur forsagan, býttu við, bakgrunnurinn og allt því tengt. Allir mættir, allir inni. Eru þið allir inni? Ég sé ástæðan til að nefna nokkur orð um skýringar þessum matrétti sem nú verður bara fram borið. Því hann á sér bæði fortíðar og framtíðarsögur. Nú ég leiði mig það að tala hérna fyrir munn okkar nýliðana. Við erum nú hérna í hópi nýliðan í þessum hópi og það er Gimmi sömulegis. Og þetta er náttúrulega mjög sérstök tilfinning sko að mæta hérna og nýir. Ég náttúrulega slægjast inn í það hóp með mjög sérkennlega mætti eins og Árni nú þegar hefur gert grein fyrir og röða atveikan hefur hagað þessu svona. En hér erum við nú mættir og ætlum við að fá skyndikúrs í því hvernig á að sitja hest. Og ég byrjaði cirka í mars á því að læra hvað væri björg og hvað væri taumur. Og læriði það og hugsaði með mér maður fenn nú langt á því. Og þess að við kæmumst allavega hálfan kjöl á því. Síðan er ég búinn að vera í æfingabúðum. Kolbrún er búinn að halda mér í æfingabúðum hvern dag og fólk hefur fylgst með degi 1, 2 og 3. Og hingað er maður nú kominn. En að maður eftir vona þessu þar grunaði nú engan. Nú, það er nú margt fleira sem kemur til söguna þegar maður fyrir svona ferð. Ég til dæmis verður að segja það að oft eru nú máttarflöndin mjög nærri eins og Árni sagði frá. Og ég hefur svolítið verið að velta fyrir mig mannkynssögunni. Og ég til dæmis hef velt því fyrir mér ef að Jesú hefði valið Ragnheiði Bjarnadóttur á Glæsibey til að leiða Ísraelsmenn í gegnum eyðimörkina. Hvað hefði gerst í mannkynssögunni? Það hefði aldrei orðið ólæti í Palestínumenn og gyðinga fyrir botni Miðjarðarhafsins. Þau eru einfaldlega orðið að einhver allt öðru. Og allt þetta, allar hugleiðingar gærdagsins, þegar ég hallaði að mér á öxl ykkar allt flestra og ef ég gerði það ekki þá var það bara vegna þess að ég var eitthvað að reyna að dýtta við nakkinn og þykjast vera að gera eitthvað og ég vissi ekki hvar koppan væri að þá fórum við ýmislegt gegnum höfuðið og þess vegna hef ég velt því fyrir mér að við ættum eiginlega að gera það, að skapa þá hefði þessum hóp og þá er ég eiginlega svona íþændi það, segi ég, já við í hópnum segi ég að setja upp ákveðna hefð. Ég legg til að það verði árleg keppni í boltaleik. Boltaleikurinn gengur út á það að það eru 2 lið og þau veit ekki á hvort markið þau spila. Þau eru einfaldlega alltaf. Það eru jafnmargir í liðunum en menn geta aldrei vita hvort þau spila í eigin mark eða annan mark. Og til sigur liðsins verður farand bikar sem heitir Ragnheiðar bikar. Ragnheiðar bikarinn, það verður spilað hann ári hverju og það er farand bikar. Og fyrir þann sem telur 5 fyrir flokkinn þá þarf að telja þetta til eigna hópsins. Þennan bolta og þennan bikar. Það sem hér er borið fram eru svonefndir friggar. Þetta eru friggar, þetta eru bananar með súkkulaði og rjómi með. Einn þeirra er Ragnheiðar friggi. Nú, við riðum öll Laxárdal, Kolbrún reið þó einnig Hryggjárdal. En til merkis um það að allir þessir dalir, allt þetta endar nú vel, það er dísætt súkkulaði í botninum. En einn þeirra er Ragnheiðar friggi. Það er sem sagt friggi sem Ragnheiður eldaði handa Friðriki bónda sínum. Það er hvítlauksreif með. Og til þess að öllum sé nú jafnt skipt í hóp eins og þessu, öllum störfum, það leggir til að sá sem fær hvítlauginn þetta ári taki að sér háskafarir í staðinn fyrir hennar Kolbrúnu mínu. Eftir stóran hluta leiðarni ákvað að nota tækifærið og hluturinn er sá að með því að fylgjast með hestafólki og stóðlífi þeirra og stóðlífi hestana þá lærist manni margt og það er til dæmis, ég velti einmitt fyrir mig því ég leiti við þessum mislitu hjörð sem er svo hópur, ég þekki ekkert ykkar áður og ég hef líklega aldrei séð fólk sem er eins ólíkt innbyrðis en samt